Komdu og skoðaðu himingeiminn. Morgunskrifa Sólrún Harðardóttir og Anna Jónsdóttir teiknaði myndir. Ég sé fleiri gegnum kíki. Hvað ætli stjörnurnar séu margar? Þetta vera geimvera. Vera gáfuð og góður vinur. Þeirra sem brjóta heilann. Ert þú meðal þeirra? Vera safnar hugsunarblöðrum að stíga til himins ein af annarri. Og Vera tekur á móti þeim. Það óttalegt drasl í sumum en í öðrum gáfulegt góðgæti. Vera flokkar blöðrurnar og svo gleypir hún fróðleikinn. Vera vill að þú hugsi mikið lífið, tilveruna og umhverfið. Annars fengi hún ekkert að eta og þá myndi nokkuð hræðilegt gerast. Því var eitt sinn hvíslaði eyrað henni. Svo hérna hugsunarblöður, ég sé Ísland. Ætli fiskar sofi aldrei. Af hverju ætli jörðin sé svona blá, má tína blóm hér. Vera geti skotist allan geiminn. Gaman væri að fara með henni og fylgjast með öllu sem hún sér. Það gæti samt lent í háska. Líklega betra að halda sig heim og fá fylgjast með ferðum Veru. Hún með myndavél á höfðinu. Vera hræðist ekkert nema svarthol. Jörðin okkar með hnött alheimsins, ein af Aragrúa. Hún reikistjarna. Tunglið næsti hnöttur við jörðina. Hnötturinn okkar lagskiptur líkt og egg. Fyrst jarðskorpan, henni má líkja við sprungna eggjaskurt. Jarðskorpan lítur á möttli. Efst hann línur eins og deig. Þegar eldgos verður, opnast rás og efni úr möttlinum brýst upp á yfirborðið. Innst kjarni, hann eins konar rauða jarðarinnar. Kjarnin fljótandi, yst en í miðjunni hann harður. Á jörðinni gott að búa. Þar súrefni og vatn sem við þurfum til að geta lifað. Mér þykir mjög vænt jörðina, þar alltaf eitthvað að gerast. Veðrið til dæmis áhugavert, sérstaklega á Íslandi. Á jörðinni mátulega heitt. Þar veðrið samt mjög misjafnt eftir því hvar við erum stödd. Umhverfis jörðinni gufuhvolf. Það verndar lífið fyrir hættulegum geislum sólarinnar og dregur úr hitasveiflum. Á jörðinni líka allar þessar mörgu og ólíku lífverur. Jörðin sjálf eiginlega lifandi líka. Hún lætur oft bæra á sér. Já, jörðin reikistjarna. Reikistjarnirnar hreyfast eftir brautum kringum sólu. Það gefa ekki frá sér eigin birtu eins og sólin. Það endurkasta hins vegar birtu sólarinnar. Sólin, 9 reikistjörnur og mörg tungl mynda sólkerfið okkar. Við getum líkt reikistjörnur við skopparakringlur. Það snúast sjálfa sig, leið og þeir fara hringinn í kringum sólu. Jörðin snýst til dæmis hringinn í kringum sjálfa sig á einum sólarhring. Hún fer hringinn í kringum sólina á einu ári. Í alheiminum eru mörg sólkerfi með enn öðrum sólstjörnum, reikistjörnum og tunglum. Sólin logandi heitur gashnöttur. Hitinn í henni kemur innanfrá. Oft blossa upp eldheitir loftstraumar og strókar. Hitinn frá sólinni berst mjög langt út í geiminn. Sólin okkar stór með reikistjörnum sem gangi kringum hann. Stærðirnar eru ekki réttar hér á myndinni til vinstri. Sólin svo stór að ef hún væri hola innan gæti ég komið inn í hana milljón hnöttum, jafnstórum jörðinni. Sú reikistjarna sem næst sólu heitir Merkúríus. Honum líður líkt og þegar þið standið við brennu, heitt í framan og kalt á rassinn. Merkúríus alsettur gígum, þar líka klettabelti og forn hraun. Merkúríus næst minnsta reikistjarna. Líklega hafa gígarnir myndast við árekstur geimgrýtis og smástirna. Merkúríus snýst sjálfan sig á 59 dögum, en hann fer hringinn í kringum sólu á 88 dögum. Sá aldrei þess að flýta sér. Venus næsta reikistjarnan í röðinni. Hún virðist mjög skær. Venus sést vel á morgna eða kvöldin. Hún nást jafn stór á jörðin. Venus þykir svo fallega að hún stundum kölluð ástarstjarna. Venus hjúpuð gulum skýjum, skýin einangra og halda sólarhitanum inni. Á Venusi því mjög heitt. Þetta líkt því sem gerist í gróðurhúsi. Á yfirborðinu eru fjöll, gljúfur, gígar og sléttur.
Venus snýst öfugt sjálfan sig miðað við hinar skoppara-kringlurnar. Venus 243 daga að fara kringum sjálfan sig og 225 daga að fara kringum sólina. Næst í röðinni jörðin, en svo kemur Mars. Mars ryðrauður, enda jarðvegurinn járnkenndur og ryðgaður. Oft hvasst á Mars og það þyrlast upp rauður sandurinn. Þar einnig frekar kalt. Við pólana jöklar líkt á jörðinni. Mars grýtt og mikil gljúfur. Einhvern tíma hefur verið fljótandi vatn á Mars. Þar einnig eldfjöll en þau í dvala. Eitt fjallanna mjög stórt, það 3 sinnum stærra en fjallið Everest og heilu svæði sem 2 sinnum stærra en Ísland. Einu sinni fannst rafsteinn frá Mars á jörðinni, í honum voru form sem líktust lífverum. Ekkert meira hefur komið fram á myndum eða í sýnum sem tekin hafa verið á Mars, sem bendir til að líf sé þar. Mars 25 klukkustundir að fara kringum sjálfan sig og 687 daga að fara kringum sólu. Í kringum Mars fara tunglin Phobos og Deimos sem þýðir ótti og Júpíter næstur. Hann risastór. Enginn hefur séð yfirborð Júpíters. Í stað þess sjást ljós og dökk og rauðleit ský á hreyfingu. Á einu stað áberandi rauður blettur, þar geysimikill stormur. Líklega Júpíter að miklu leyti úr lofttegundum en með harðan kjarna og vökva næst miðju. Það væri líkt og að lenda á skýi að lenda á Júpíter. Efst í skýjunum fremur kalt en í innri lögum verður afskaplega heitt. Smáar agnir mynda þunnan hring umhverfis Júpíter. Að minnsta kosti 16 tungl hringsóla í kringum Júpíter. Eitt þeirra heiti Jó. Þar sá hann í fyrsta sinn eldgos utan jarðar. Júpíter 10 klukkustundir að fara kringum sjálfan sig en 12 ár að fara kringum sólina. Sá fer hratt. Satúrnus einkennist af fallegum hringjum, þeir eru einkum gerðir úr misstórum ísögnum. Satúrnus svo léttur í sér að ef við setjum hann í sund þá flytur hann. Líkt og Júpíter Satúrnus loftkenndur en inni í honum ekki harður kjarni og vökvi. Hann hefur sig mislit ský. Á Satúrnus hvasst enda snýst hann hratt sjálfan sig. Tungl Satúrnusar 20. Satúrnus 10 klukkustundir að fara kringum sjálfan sig og 30 ár að hringja sólina. Sumir halda að agnirnar séu leifar af tungli sem hefur splundrast, aðrir halda þarna sé efni í tungl sem aldrei var til. Hvað það? Hringirnir með því fallegra sem ég sé segi vera. Ég myndi finna á hann röndótta sundskýlu í stíl við hringina. Löng leiðin til Úranusar, sem næsta reikistjarna í röðinni. Hann sést ekki með berum augum frá jörðinni. Úranus grænblár á að líta. Hann dettur kannski í hug sundlaug, en það var ekki gott að stinga sér að kafa í Úranus. Hann gerður úr gashjúp, hennar miðju vökvi og síðan bergkjarni. Gasið hættulegt fyrir okkur mennina. Úranus hefur sig hring úr frosnu efni og 17 misstór tungl ganga í kringum hann. Úranus hallast svo mikið að hann liggur næstum á hliðinni. Líkt og Venus snýst Úranus í öfugátt með hinar reikistjörnurnar. Ég get líka að ferðast á hlið. Úranus 17 klukkustundir að snúast sjálfan sig en 84 ára að snúast í kringum sólina. Neptúnus svipar á stærð á Úranus. Þeir eru stundum kallaðir tvíburarisar. Margt líkt með þeim. Neptúnus líka hringir og 8 tungl ganga í kringum hann. Hann bláleitur og minnir enn meira sundlaug en Úranus. Hann gerður á vökva og kjarna, lofthjúpur umlykur hann. Það kalt á Neptúnusi, enda langt frá sólu, stríðir vindar blása. Sjáu hvað Neptúnus snýst hratt, mann svimar næstum. Neptúnus 16 klukkustundir að snúast sjálfan sig, en 164 ára að snúast sólu. Plútó minnsta reikistjarnan í sólkerfinu. Hann minni en tunglið okkar. Plútó fjærst sólu á reikistjörnunum, hann úr ýmsum frosnum efnum. Það mjög kalt á Plútó. Geislar sólarinnar ná ekki að ylja. Við Plútó tungl, það aðeins helmingi minna en Plútó sjálfur.
Plútó 6 daga snúast sjálfan sig og 248 að snúast fara hringum sólu. Tóku þau eftir að braut Plútós á skjön við brautir hinna reikistjarna. Tunglið gengur í kringum jörðina á einu mánuði. Það snýr alltaf sömu hliðina að jörðinni. Við þekkjum þá hliðið vel. Margir hafa komið auga á andlit karlsins í tunglinu. Á tunglinu verður sjóðandi heitt í sólskini, á þeirri hlið sem snýr frá sólinni hins vegar ískalt. Á tunglinu eru sléttur, háfjöll og gígar, smástirni og geimgrýti hafa rekist á tunglið. Áður fyrr hafa orðið þar eldgos. Ekkert vatn á tunglinu og engin lofthjúpur umhverfis það. Þar ekkert veður. Ætli orðið máni og mánuður séu skyld. Vera að sýningu leikrit. Hún jörðin, hnykillinn tunglið og lampinn sólin. Vera snýr tunglinu umhverfis sig og fylgist með hvernig það breytist. Prófið að leika jörðina. Við sjáum mismikið af tunglinu. Við sjáum bara þann hluta tunglsins sem sólin skín á. Svo það myndin, það nýtt tungl, vaxandi tungl, fullt tungl og minnkandi tungl. Þegar tunglið nýtt sjáum við það ekki. Þrátt fyrir að engin ský sé á himni. Ástæðan að sólin lýsir ekki upp hliðina sem snýr að jörðinni. Vaxandi tungl sést best á kvöldin en minnkandi tungl á morgnana. Sólkerfið gríðarstórt. Fjarlægð Plútós frá sólinni bil 6.000 trilljónir metra. Ef þú færir þotu þessa vegalengd tæki það 790 ár að komast alla leið. Að fljúga frá sólu til jarðar tæki hins vegar 20 ár. Þó að sólkerfið okkar sé stórt það einungis lítið brot af umheiminum. Þegar við horfum upp í himininn getum við séð margar stjörnur. Þetta getur verið einhverjar reikistjörnunum okkar, en flestar stjörnurnar eru sólir á borð við okkar sól. Og út í himingeimnum eru ótal önnur sólkerfi. Stundum eru sólstjörnur kallaðar fastastjörnur því þær hreyfast ekki himininn eins og til dæmis reikistjörnur og tungl. Stjörnur eru misskærar. Það getur stafað af því að þær eru misstórar, stór stjarnan sést betur en lítil. Fjarlægðin skiptir einnig máli. Risastjarnan í mikilli fjarlægð getur þannig virst dauf. Sumar stjörnur eru svo langt í burtu það getur tekið ljósi mörg ár að berast til jarðar. Sjáum líka norðurljósin. Ljósár svo vegalengd sem ljósið fer á einu ári. Sólkerfið okkar í kerfið sem kallast vetrarbrautin, eða Milky Way. Í henni 100 milljónir sólstjarna. Vetrarbrautin stærri en við getum ímyndað okkur. Stjörnufræðingar álíta að fjöldi vetrarbrauta sé 100 milljarðar. Í hverri vetrarbraut eru milljónir ef ekki 100 milljarðar stjarna. Vetrarbrautir eru mismunandi útlits. Vetrarbrautin okkar þyrilþoka. Svo höfum við sporvöluþoku, óreglulega þoku. Ég held að Vera fái viðbrennda hugsunarblöðru frá mig núna. Ég ímynda mér að ég sé jörðin, það birtir bráðum í baklandi mínu. Við vitum að jörðin snýst í kringum sjálfa sig eins og skopparakringla. Það svolítið erfitt að trúa því, enda finnum við enga hreyfingu. Sólin kyrr á sínum stað, þó að okkur sýnist hún færist. Þegar hádegi á Íslandi nótt hinum megin á hnettinum. Einhvers staðar fyrir austan okkur komið kvöld og fyrir vestan okkur morgun. Fyrsti maðurinn sem fór út í geiminn hét Júri Gagarin. Hann fór hring umhverfis jörðina árið 1961. Geimfararnir Neil Armstrong og Edwin Aldrin voru þeir fyrstu til að stíga fæti á tunglið árið 1969. Fyrsta konan fór út í geiminn árið 1963. Hún hét Valentína Tereshkova. Velkomin. Geimfarar eru nú orðnir nokkur hundruð. Geimfarar þurfa að klæðast sterkum búningum með alls konar búnaði. Þeir bera hjálma og eru með hanska. Hvergi má skína í beran blett og allt þarf að vera loftþétt. Geimfarar þurfa að hafa súrefni á kútum því annars myndu þau kafna. Og svo mynda Apollo sem lenti á tunglinu. Rannsóknir stöðugt í gangi. Gervitungl, mönnuð og ómönnuð geimför eru sífellt á ferðinni. Í mannlausum geimförum flókinn búnaður sem getur sinnt ýmsum verkefnum. Til dæmis eru litlir fjarstýrðir bílar notaðir til að taka sýni úr jarðvegi. Vera geimvera segir að þeir geta beðið mig að hjálpa. Svo mynda geimstöðinni Mir og mynda ómannaða geimfarinu Voyager. Ýmsar mælingar eru gerðar út í geimnum, myndir og sýni eru tekin. Þetta hjálpar okkur að skilja geiminn betur og sjá hvernig það lítur út. Gervitungl fara eftir braut umhverfis himinhnött. Vera vill ekki vera með á þessari síðu.
Hún vildi helst ekki að ekki væri minnst á svarthol í bókinni. Hún hræðist þau svo mjög. Svarthol er staður í alheimi sem togar svo fast að ekkert ekki einu sinni ljósi sleppur. Þess vegna er þar allt svart. Álitið er að svarthol myndist þegar stjarna hrynur saman. Svarthol er svolítið líkt ryksugu í geimnum. Það er spurning hvað pokinn er. Bróðir minn er hræddur við ryksugur.